byrja að tala undirmeðvitundina? Undirmeðvitundina? Já, við vorum aðeins byrjar á því. Já. Og ég var að nöldur eitthvað út í tómið áðan þarna, þú varst að laga kaffi fyrir mig. Hindal kaffi og þakkaði fyrir það. Já, bara gaman að fá því heimsókn. Gaman að fá því heimsókn að þér? Sömuleiðis, Sölvi minn, það bara mér ánægjan, mín ánægjan. Við ætluðum að fara aðeins yfir stóru myndina. Stóru myndina? Stóru myndina. Já, hana, ok. Sko. What? Hvað að gerast í stóru myndinni í heiminum í dag? Þú ert einn af þeim sem nennir að vera að djöflast í því að skoða alls konar hluti og tjáðu þá. Já, og ekki endilega mín kærustu áhugamál í langan tíma. Ekki einu sinni það, þó að það tengist. Og kannski sameiginlegt með því er að reyna að skilja þessu stundur reynum að segja óskiljanlega eða skrýtna í tilverunni og þetta sem við leyfum okkur kannski á sjaldan að hugsa út í stóra sviði, hvað er það? Það sem við erum að sjá núna er algjört kaos. Við höfum aldrei séð svona en ekki þetta svona á svona með þáttöku tækninar að þá erum við náttúrulega fréttir okkar berast nánast á sekundubróti, allstaða frá og viðræður og umræður og það er sífellt bombarderað á fólk alls konar fullyrðingum. Ég ætlaði mér langa að stoppa þess af. Endilega stoppaði mig. Ég get flotið alveg út í einhvern svona út í tómið ef þú stoppar mikið. Nei, þetta er sammála, sko, það er gríðalegt kaos í gangi í heiminum og í mörgu, en mér langar aðeins sem koma fyrst inn á, sko, er það ekki á okkar eigin ábyrgð að draga úr kaosinu innra með okkur. Nú ég í morgun til dæmis bara hugleiða alltaf lengi. Flott. Og þá hugsa maður, sko, það er alveg sama hvað það er mikið kaos þarna úti. Já. Ef maður nær að sentra sjálfan sig, þá er maður einhvern veginn ekki að meðtaka þetta kaos á alveg jafn kaotískan hátt. Ég held ekki að við þurfum að verja okkur fyrir því vegna þess að þetta er hluti náttúrulega okkar tilveru og það er ekki heldur gott að stokka frá henni, ekki flýja hana, ekki í þeirri merkingu þó sem athvarf. Ég er alveg sammálaður þar. Ég segi stundum að ég hugleiði á milli orðana sem ég hugsa. Það er að segja milli hugsanna og ég er alveg sammálaður að við erum að hafa afdrip í okkur sjálfum. Við erum okkar eina viðmið í heiminum. Það er ekki það sem stendur í bókunum, ekki það sem við heyrum í fréttunum, ekki það sem við heyrum alls staðar annar staðar og til þess að geta bara unnið úr þessum kaos eða öllum þessum upplýsingu, þá verðum við að geta sitið einhvers staðar í einhverju öruggu, ekki öruggu skjóli heldur, ekki þannig að maður þurfa að vera og sko það er það alversta, ef þetta er tökum af fólki, þá magnast ræðsla. Við missum með þessa heimsmynd sem við höfum kannski áður vegna þess að það var að segja okkur að hlutinni séu öðruvísi heldur en við héldum eða upplifum og séu okkur kærast í tilverunni. Það verður að róta í ykkur öllum á öllum sviðum, félagslega, tilfinningarlega, þekkingarlega séð, vísindarlega séð. Það er öllu snúið á haus og bóstalega og þá náttúrulega í þessum það er nú einmitt kannski það sem ég var að tala um áðan að það sem mér hefur verið kærast það er að reyna að finna skilja þennan heim og það er kannski svona meirinn á svona það sem við kallum kvantum eða það sem ég kalla kvantum og skilja þetta óræða í tilverunni sem að önnur lögmál raunverulega í eðlisfræði heldur en við erum fyrir ekki, ég skal stoppa þarna sko heldur en við erum að fást í henni hefbundnu eðlisfræði þetta er skammta eðlisfræði skammta eðlisfræði, já skammta kenning. Mér langaði að vera eitt sem kom tíminn áður en að ég kom hérna og hitti þig að það var sko í persónuru það er þessi að því þú ert búin að tjá þig mikið COVID-tímabilið
og ert búin að stúdera alls konar hluti því, mér langaði að tala það við þig, en ég var einhvern veginn að hugsa sko þegar ég sem einstaklingur, það svona alltaf þörf til þess að bara, ef eitthvað mjög óþægilegt, þá langar manni bara svolítið til þess að stinga því undir teppið og ef ég laus við það, þá þarf ég ekki að pæli, en það er kannski einhver manneskja eða einhver samskipti eða eitthvað, en lífið virðist svolítið virka þannig að ef maður stingur þið bara undir teppið, þá kemur nákvæmlega sama prófið einhvern tíðan seinna í formi annarra mannesku eða annarra aðstæðina, af því þú ert ekki búin að fara í gegnum prófið, þá mun það alltaf koma aftur. Og ég var svolítið að hugsa, við kollektíft sem samfélag fórum í gegnum þetta COVID-tímabil, svo einhvern veginn bara dálítið, þú veist, happy go lucky, þetta allt bara búið að aflétta reglunum og við erum ekki með grímur og við erum að bara lifa líf okkar aftur og þá svo það bara stings undir teppið, en þá það er ekki COVID búið, en þá hugsa maður sko Sölvi, stopp með hana Láð mér að klára Nei, stopp með hana Láð mér að klára Ég er að tala hvernig venjulegt fólk er að hugsa það þú veist, þú mátt síðan rökstuðið af hverju þetta er ekki búið en það sem ég það segir, það eru svo mörg próf þarna sem að við getum ekki stungið undir teppið. Þú sér þessi sálfræðipróf Nei, þá er ég bara að segja ef ég er að færa mig frá mér sem einstaklingi, ég fæ alls konar próf sem lífið er að senda mér og ef ég tek erfiðu glímurnar eða prófin og stingi þeim alltaf bara undir teppi þá koma þau bara í sko íktara formi síðar ég losna ekki við, láð mér að klára þannig að kollektíft við höfum það samtal sko, þannig ég bara ætla að klára þetta með að segja kollektíft er ég að hugsa hvort að COVID sé svolítið sambærilegt að bara þegar að svona þessar reglur eru farnar þá bara stingum við sem þetta teppi og hættum að tala um þetta og gleymum þessu en nei, bara það voru þarna hlutir sem að munu koma aftur ef við tökum ekki þessar samræður og nú komað þér nú mátt þú þetta er skákluga ég hef bara skákluga nei, ég bara var það alltaf eins góðulega, ég er alls ekki svona ég tala alltaf mikið yfir litt en sko nefndir þetta eitt punkt sem ég langaði að stoppa við það er eiginlega hlutir, það bombardar svo mikið og á hverju eru þeir, þú sagðir að við erum að sópa undir teppið, það er alveg hárrétt, ég samla því en á hverju sko, er það einhver hræðsla sem gerir það að verkum eða einhvað í okkur, einhver mótstaða sem gerir það að verkum að við þurfum að fela það eða afgreiða eða þetta er búið eða án þess að við skiljum það og við, sko, ef við sópum alltaf undir teppið, þá er okkar líf bara, þá speglar það, þetta er eins og að rækta óheilindi þar að segja þá magnar það og eins og að rækta einhvern heiðarleika þá, menn þetta er svo einfalt þetta er bara lög náttúrunnar eða þar að segja lög lífsins ok, eins og ég sé það, sorry vonandi, ég sleppi því að segja það alltaf sko, að mínu áliti en sko ef við ræktum heiðarleika þá sjáum við heiðarleika við sjáum það ekki bara í fólki, við skiljum það meira það sem það er að speglast í umhverfinu. Ef við erum alltaf að fela okkur fyrir hlutum sem valda okkur óþægindum, af hverju valdaði okkur óþægindum? Það er akkurat þetta eins og segir, að við skoðum það ekki. Við skoðum það ekki og við vinnum ekki úr því. Þannig að við erum komið með haug teppið er komið svo hátt að við erum farin að rulla út af teppinu, sko, það er svo mikið ruslundur í því. Og þetta er svolítið endurspeglun á það sem að já, það er bara að segja samanlega þessu sem þú varst að segja en það er eiginlega lykilatriði að við þekkjum það ekki í byrjun við þekkjum það ekki, við lítum á þetta sem einhvað ókveikjandi aðstæðand og þá erum við konum með þetta sem að element sem við höfum allir eða öll við mögum ekki greima leghöfunum ædjók í orðræðinu ég ætla að spyrja það er að við höfum ákveðna hræðslu sem eiginleika til að bjarga okkur í lífinu, þar að segja gagnvart einhverju aðsteðandi en henni er misbeitt og þannig að við förum að verða hrætt, óþægilegt, þetta er hræðslan alltaf bara og þá sópum við til teppið, við verðum að horfast í augu við hlutina. En mér langar að spyrja það tvo hluti þá, því þú ætlaðir að stoppa mig á hann og segja að þetta er ekki búið. Nei, fyrir ekki. Þá langar að spyrja þig. Fyrsta spurningin er, hvað svona í stuttumáli færi til að segja að COVID sé ekki búið og B, hvernig nennir að vera standið í að vera pæla svona mikið í þessu og tjáði svona mikið um þetta? Sko, ég er náttúrulega alla tíð
alla tíð þá hef ég verið að pæli einhverjum svona parallelhlutum kannski og ég veit ekki, það náttúrulega, ég ætla ekki að segja þessi hlutverk okkar hérna í lífinu, en það einhvern veginn sem höfum við ákveðna svona tilhengu til þess að spyrja meira eða reyna að skoða meira og þú talar að hugleiða. Hvað að hugleiða? Það svo ólíkt í eiginlega, ég vil bara það orð svo, ég líti á það sem að þjálfa það sem ég hef gert með mér í áratugi, ég svo gamall sko, og áratugi það að þjálfa eða veita athygli ákveðnu hluta í okkur, ákveðnu viðmiði í okkur sem heitir innsæi, sem við köllum innsæi. Það eru sko 1000 nöfn sem að fylgja því, en þau eru, hvað það raunverulega. Ok, ef við komum aftur að því, hversun það ekki búið? Ég kalli þetta ekki skrípaleikin, en blekkingaleikurinn, hann ekki búinn. Við getum bara farið beint niður á Alþingi og séð nokkur frumvörp þar. Við köllum það bókun 35 eins og þetta einhver bókun eitthvað. Þarna afsal löggjafar raunverulega til miðstýrðra afla sem einhverstaðar út í Evrópu einhverstaðar. Ertu að tala eitthvað tengt? Já, ég að tala bara lögin, það bara stjórnarfrumvarp. Hvað þá nákvæmlega? Að það sé verið að afsala hverju? Afsala fullveldi okkar, það að segja að lög sem eru búin til eða ákveðin að misstýrðum ókjörnum fulltrúum að segja skriffunum í ESB eða EU, eins og ég vil geta kalla það að segja að þau koma sjálfkrafa til gerðin, þó við höfum haft margt að því sko síðustu árin eftir að gengum í gerðum þetta EES-samkomulag, en að þá erum við raunverulega fullgera þessa lögbókun, hún tekur sjálfkrafa gildi hér. Þetta afsal fullveldis. En hvað það nákvæmlega? Ef við erum verið að afsala einhverju sem snýra heilsu okkar? Öllum lögum, raunverulega. Það eru öll lög sem að öll lög sem eru ákveðin innan Evrópusambandsins að þau taka sjálfkrafa gildi hér á landi. Án þess að Alþingi hafa neina umræðu, ekkert rætt það og þeir hafa ekkert það að segja vegna þess að þá erum við búin að gera þá erum við búin að færa stjórnvaldir til þessara miðstýrur afla. Og ef ég myndi þá spyrja bara, eitthvað, nú finnst mörgum kannski stjórnmálamenn á Íslandi búin að vera misgóðir í að stýra í gegnum tíðina. Mjög diplomatískt sagt, misgóðir. Er eitthvað verra að færa þetta valda eitthvað annað? Að hluta til? Já. Það alveg gríðarlega. Þetta alveg, sko, ég skil spurninguna alveg og ok, einskot bara þegar ég flutt til Íslands frá Svíþjóð, þó ég hef unnið áfram út í Svíþjóð, þá var ég sá eini sem ég sá að hafi sett EU-merkið á bílinn minn og það var í ljósi þess að ein mesta bylting sem enginn tók eftir, en mér fannst ég taka eftir að það var upplýsingarlögin, það að segja að stjórnum sé ekki hægt að standa á því að veit ekki fólki upplýsingar gerðir sínar, að gera grein fyrir því hvað liggur að baki. Það að segja að það ekki orðið að vegna þess að við kusum það einhverju svoklum lýðræðislegum 1 sekundu að við stingum einhverju atkvæðinir í einhvern pott og síðan lýðræði horfið og það eru komnir einstaklingar sem að misbytta þessu trausti almennings og þeir... En er þetta ekki bara dálítið saga... Býtu, ég svara spurningunni og sko, fyrir ekki að ég var með langloka einskott á þeirra milli. Síðan er það að sko lýðræðið, kjarnin eiginlega í þessu að við tökum lýðræði, þar að segja samtal eins og við erum að hafa ekki núna, síðan höfum við borgarafönd og samtal sem þar, síðan höfum við sko þessi lagskipting ákvarðanatökunar, hvort sem það skeiður með blöðunum því miður að þau væru heiðarlegir í dag, það að segja allt propaganda og annað slíkt sem að þar kemur, en við ákveðum einhverja samsetningu alþingismann sem ákveða síðan lög. Við erum að taka öll þessi litlu þrep, sveitastjórnar, samtalið, við erum að taka löggjafarvaldið, við erum að þetta er eiginlega við erum að hverfa frá að þú og ég séum að tala eða Palli og Jói séu að tala einhvers þar annar staðar hafa skoðunarhlutunum
og við erum að setja þar sem endar með lagagerð bara okkar mannanaverk og misgóð og allt hannig og síðan hvernig við túlkum þannig en við erum að fara með þetta vald, þetta ákvörðunarvald, þetta samtal, við erum að fara með það núna út í Brussel og þetta er ekki það alvarlegasta sem ég vildi minnast á hvað við erum að gera rámt. Við erum með, ég kalla það trójuhestin. Það er annað alvarlegra að mínu áliti. Það er náttúrulega við kemur því þar að segja heilbrigði og það við erum að tala um allt því á heilbrigðismálastofnunina. Trójuhestin er sóttvarnalögin 9 sem að eru þá viðbót við þetta sem var haustið 2020 sem við ákváðum þarna til þess að aðlaga okkur samningi sem að ríkisstjórnin nokkar í Myrkraherbyggi fóru að gera við fyrir ekki í Myrkraherbyggi, þetta er náttúrulega einhver dramalýsing þarna til þess að aðlaga vegna þess að þá voru lyfjafyrirtækin farin að stýra því hvaða lög við eigum að beita það eru aðri gaurar hérna út í stóru lyfja eins og ég kalla stundum En þá langar mér bara að spyrja af því þú hefur verið praktiserandi læknir í öll þessi ár og bara gott að spyrja þig beint af því þú ert hugrakkur þessi hugmynd margra að læknar séu undir hælnum á lyfjafyrirtækjum það er ekki össanlega að hvað miklu leyti er hún rétt og hvernig fer það fram þar að segja er verið að bjóða læknum á ráðstefnum og fá þeir borga fyrir að skrifa upp á ákveðin lyf eða hvernig virkar þú veist þetta nei, ég er að spyrja þig, þú ert læknir já, ég meina það er þú veist að þetta er svona eitthvað sem er rosalega oft hent þarna fram og þetta er einhvern veginn sagt en það er aldrei útskýrt nákvæmlega í hverju þetta felst Já þannig að þú veist ef við tökum einhverja samkomu lækna skoða hverju fjármagnssamkomuna læknadaga á Íslandi sem búin að vera í mörg ár ég meina það eru margir læknir sem veit ekki eins og það eru lyfjafyrirtækin sem að sponsora þetta eru þeir svona good guys kannski, eflaust sumir og við erum ekki að tala um good guys en þetta lítur að því að og við getum farið bara í akademíun okkar sem við köllum, það er að segja þá sem eru í einhverjum kennsluverkefnum á vegum háskólasjúkrahússins okkar og annað slíkt og auðvitað eru þessi menn þeirra meritar eða árangur þar að segja vísindi, þar að segja að skila einhverjum sérþekkingu kannski á þessu efni sem heitir doktorsgráða kannski í lokinu og það þýðir að þeir eru orðnir kennarar eða lektorar eða eitthvað annað slíkt ég meina þetta byggir allt á nánast á peningum frá lyfjafyrirtækjum og við veitum hvað virði slík vísindi eru ef við förum að skoða það þá jável viðurkenna ritstjórar stóra læknablaðana 90% er bara bullshit vegna þess að En hvernig verður varvið í daglegum störfum þegar þú ert að vinna sér læknir skoðunum við getum og læknar fá líka borga fyrir að skrifa upp á líf og þú veist hvernig já þetta er rosalega þetta er flókin net og það er maður að passa á að vera ekki með einhverja óþarfa fordóma og drepa niður við og gera þann með alla lækna einhverjum stjettinis að einhverjum skúrkum. Nákvæmlega. Það er kannski bara 85% þeirra sem eru skúrkar. Nei, þetta við verum að Nei, ok, en það er eitt að vera Ég ætla að taka þú spurði hvernig, ég var ekki búin að svara því ég ætla að taka þessu spurningu ít á skáklukkuna hvernig hefur að byrst okkur núna undanferðin 3 ár bara allir vita það hver einasti sem að hefur verið talað við af læknum varðandi bólusetningar varðandi COVID hverjir eru það farið bara og kíkt á gamla fréttir bara sópa þessu upp öllu það er engin nemaður séu í kennslustöðum við háskólans vita þeir það best ég ætla að taka eitt dæmi segjum að eitt prófessor, ég ætla ekki að taka það sem eru skildið mér heldur bara tökum dæmi einhvern sem er sérmenntaður í ákveðnu fæi sem eru ekkert að gera með COVID ekki neitt, ekki raskat og hann er allt í norðin málpípa einhvers hvort að það að bólusita börn eða barnshafandi konur út frá einhverju vitneskju nei, hann hefur enga sérþekkingu á þessu sviði ok, ég skal súmmera þetta upp bara við erum að tala við alls konar
þó að það séu Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.